Ja, við erum komið hérna niður í fjöru inn í Njarðvík og erum að velta fyrir okkur þessari skemmtilegu bók, Íslenskir mathöfrungar, og ég sem leikmaður veit ekkert hvað við erum að fara að spyrja núna. Silja, þú verður að upplýsa okkur. Já, þessi bók, hún er sett hugsuð fyrir bara fólk eins og þig, Palli, þannig að þú komist nú niður í fjöru og getur svona tínt til matar. Hugmyndin að þessari bók varð í raun til, má segja, eldhúsinu heima. Já. Þegar við Eydís hittumst í kaffispjalli, þá hafði ég nýlega séð þátt á 60 Minutes svona þörungaræktun og svona kræklingaeldi og fleira. Fannst þetta spennandi og pantaði mér bók eftir þáttin af Amazon, ameríska bók matreiðslu á þörungum. Og ég var að segja Eydísi frá þessu og ætlaði að fara að þýða þessa bók, mér finnst þetta svo merkilegt. Og Eydís segir, Silja, þú ert ekki að fara að þýða þessa bók. Þú veist, ég er með efni, ég veit helling um þörunga, ég er búin að vera skrásetið þetta í mörg ár. Við skrifum bara bók saman. Og þannig byrjaði þetta og svo vatt þetta upp á sig og við fengum frábæran matreiðslumeistara Hinrik Karl með okkur í þetta verkefni sem svo bent okkur á Karl Pettersson, æðislegan matarljósmyndara og mataráhugamann. Þannig já, þetta í raun upphafið. En Eydís, hvað getur þú sagt okkur þörunga? Þeir eru hérna allt land og við sjáum þetta alltaf niður í fjöru en við vitum ekki mjög mikið þetta. Hvað getur þú sagt okkur? Þörungar eru basically ofurfæða. Þetta er ein næringaríkasta lífvera sem við getum fundið. Þeir vaksa bara hérna í fjörunni, það er voðalega lítið notað af þeim sem er mjög sorglegt. Sögulega séð þá eigum við í rauninni bara líf okkar að þakka þörungum á ofboðslega margan hátt. Þeir bæði voru fyrstu lífverurnar á jörðinni sem byrjuðu að framleiða súrefni. Þannig að allt sem við sjáum hérna, allt líf á jörðinni er þeim að þakka. Þeir gefa okkur líka það 90% af því súrefni sem við öndum að okkur. Og líka bara sem Íslendingar að nytjar á þörungum voru gríðarlega mikilvægar fyrir okkur. Þetta var eina C-vitamin uppsprettan okkar yfir veturinn, sölin, og ef við hefðum ekki kunnað að nota þetta þá hefðum við bara verið með beinkrömm, hreinlega. En kannski ég má bæta hans við þetta, þetta er góð spurning varðandi, er þetta bara fyrir sérvitringa og einhverjum svona fræðinga eins og Eydísi og Hinrik Karl að vita hvað á tína og hvernig á matreiða. En þessi bók sem við vorum að skrifa saman er einmitt fyrir almenning, fyrir fólk eins og mig og þig, til þess að við getum farið niður í fjöru, vita hvernig við undirbúa okkur, vita hvað er góður matþörungar. Það er ekki allir kannski eins bragðgóðir. Nú og svo hvert við ættum að fara til þess að finna þessa þörunga, hvernig við að hreinsa þá, hvernig við að verka þá, og svo erum við með fullt af frábærum uppskriftum eftir Hinrik í bókinni. Hvað er hægt að búa til úr þessum mat? Í huganum eru ekkert allar fjörur eitthvað svakalega hreinar, þannig að maður spyr sig, er þetta eitrað, er þetta í lagi? Engir þörungar sem að vaxa við Ísland eru eitraðir, þannig að við megum borða þá alla. Þeir eru, kannski misgóðir eins og Silja sagði áðan, en þetta er ekki eins og með sveppinu, við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því. Svo er bara að nota almenna skynsemi. Ekki tína kannski nálagt höfnum eða nálagt útrásum eða annað, en flestar fjörur, svona þar sem að þú sér það er hreint, þá getur bara gert ráð fyrir það sé hreint og þá máttu fara og tína. Þetta er ofurfæða, segir, en við ekki núna í svona síðustu árin eru Íslendingar ekkert búin að vera mjög duglegir að nota þetta, er það? Við höfum alltaf notað sölina. Þú getur keypt söl í nánast öllum stærri búðum. En aðra þörunga höfum ekki verið duglega að nota. En svona síðustu ár þá hafa kokkar, matreiðslumeistarar á svona sérstaklega fínni veitingastöðum verið að opna augun gagnvart þessu. Á mörgum veitingastöðum núna getur þú fundið bæði sölin, sjávartruflu, alla þarana, bara mikið af tegundum sem er svona verið að læða í matinn hjá okkur á þessum flottu veitingastöðum. Og það er kannski líka, við erum ofta að borða þetta á þess að kannski fatta það eins og Eydís segir, til dæmis allt þetta sushi og þessi japanski matur sem er svo vinsæll hér, að þetta er náttúrulega farið, það sem Noregi sem vafið utan á sushi-rúlurnar. Þetta er sama tegund og vex hér bara við Ísland og heitir purpurahimna. Og wakame, þetta er purpurahimna, þetta er Noregið okkar, sushi-rúlurnar okkar. Svo náttúrulega erum við með tegundir eins og sem kallast wakame salat, þetta skærgræna með sesamfræjunum. Hvað heitir það nú aftur? Það er marínkjarni. Það er marínkjarni sem vex út um allt líka og er auðvelt að verka og eiga bara heima. Við erum að flytja þetta inn í massavís.
það vex hérna, bara fólk veit ekki á því. En hvað eru þið með leiðbeiningar í bókinni svona fyrir meðaljóna eins og mig og fleiri sem að myndu vilja fara og gera eitthvað? Já, það akkurat. Bæði erum við með slóð í bókinni á kort sem að Eydís hefur hannað og sett inn á matarauður.is. Hvað er slóðir? /þörungakort. Já, /þörungakort. Þannig að þú gætir faktist, kannski flett fyrst í gegnum bókina, valir ykkur uppskrift, ákveði hvaða þörungu ætla nú að reyna að finna. Það fer svolítið eftir sjávarföllunum hversu langt þú þarft að fara í fjörunni. Svo kemur hún niður í fjöru og þú ert ekkert viss búin að gleyma þessu alveg hvernig að leita út og ert ekki óöruggur. Það ferðu bara í símaðinn, ferð inn á kortið, þar sérðu nákvæmlega upplýsingar þörunginn, útlitið og hvar hann vex í fjörunni og það ætti svona hjálpaður svo færir ekki heim matalaus þann daginn allavega. Og í bókinni það eru upplýsingar það hvar þörungarnir vaksa í fjörunni, þeir vaksa í rauninni lagskipt, þannig að efst eru tegundirnar sem að þola mesta þurrkinn og neðst eru tegundirnar sem vilja vera nánast bara undir sjó allan tíman og svo bara raðast þær eftir hvar þær vilja vera. Þannig að það eru leiðbeiningar þar hvar þær vaksa, það er líka leiðbeiningar það hvernig þú átt að lesa flóðatöflur með tilliti til þess hvar þú finnur hverja tegund. Og svo eru líka, það eru 8 kort í bókinni sem sýna dreifingu þessara matþörunga Ísland. Þannig að ef þú ert fyrir austan þá veistu hvaða tegundir þú getur fundið þar og eins og þú ert hérna. Og það er nóg á hér á Suðurnessi? Suðurnes eru bara þörungamekka. Matarkistan, æðislegt. Það hérna, suðvesturhornið, Reykjanesið og Breiðafjörðurinn, þessi svæði eru með næstum því helming af öllum fjörusvæðum í rauninni á landinu. Þannig að það er hvergi sem að þú finnur jafn mikið af þörungum og jafn marga tegundir. Silja, ert þú að gera svona rétti? Þetta er mjög erfið spurning, Páll. Nei, ég hef ekki gert það. Ég fengi kræklinga og alls konar svona skrítin mat heim hjá Eydísi. Við búum nú bara nánast hlið við hlið, sko. Þannig að ég er ekki orðin svona þróuð, en ég þarf náttúrulega að fara að prófa mig áfram. Ég verð að gera það. En þú? Ég er búin að vera laumis í matinn hjá fjölskyldunni árum saman. Ég efast við fattið einu sinni lengur. En ég er búin að vera að pröfa mig áfram síðan 2011. Þannig að það er ýmislegt furðulegt í matnum hjá mér stundum. En er þetta einfalt? Þetta er einfaldara en þú trúir. Og fólk, það einhvern veginn treystir sér ekki í svona nýtt hráefni. Maður þarf bara smá svona basic kunnáttu til þess að kunna að bæta þessu út í matinn. Og bókin, hún er ekki, uppskriftirnar eru ekki settar þannig upp að þörungurinn sé kannski aðal maturinn, þetta er meira nota til að bæta við. Þörungurinn, hann er það hollur, þú vilt kannski ekki borða of mikið af honum, allt er gott í hófi líka það sem er hollt, en hann er frábær bara sem add-on í matinn, líka bara upp á að leika sér með mismunandi brauð og annað. Þannig að þetta er ekki bara spurning hollustu, þetta er líka spurning bara hreinlega bragð. Og í þörungunum, sérstaklega brúnþörungunum, er mjög mikið magn af glútamötum sem er bara náttúrulegt MSG. Þannig að það virkar sem bragðaukandi á viss bragð. Og þetta er í rauninni bragð sem við leitum eftir í ýmsum matartegundum án þess að gera okkur grein fyrir því. Eins og í bara ofboðslega mörgum. Þetta er umami 5. bragðið. Þetta savour er þetta kallað ensku, þetta er svona ríkt bragð, þetta er æðislegt sem fyllingi mitt í alls konar rétti, súpur og bara allt mögulegt. Ég til dæmis smakkaði lambalæri á Hinriki þar sem hann vafði inn í þara, ég held að vera hrossatari. Það var beltisþari, já. Og ég spurði hvað krydd settirðu? Hann sagði bara þessu bara í þara. Hann sagði þetta var geggjað. Það kom svo mikið af svona söltum og svona þessu djúpa bragði einhvern veginn inn í kjötið. Það var rosalega gott. Sjávartröfflan eða þangskeggið. Já. Það er tröfflu, allskyns tröfflu á Íslandi mjög vinsælt. Já, það er sem sagt þetta hérna. Þetta er klóðþang og á klóðþanginu þá vex þessi rauðþörungur sem er skeggþang en kokkarnir kalla sjávartröfflu. Þessi loðunni sem sagt. Já, og bara pínu lítið svona gefur alveg svakalega ríkt bragð. Þetta er eins og bara bragð sprengja. Ég manaði til að smakka. Já. Bara þegar ég á eftir.
En það kannski það sem að ég sá óttablikið í augunum, sko, þegar margir eru svolítið hræddir við þörunga. Já, einmitt, það var... Já, þú veist, ég þori ekki að smakka þetta, það eru ógeðsleg lykt og svona, og fólk að tengja sem sagt þennan mat sem við erum að kynna í þessari bók við, sko, úldna þörunga sem eru efst í fjörunni, sem eru bara að rotna. Við erum ekki að tala um það. Þetta er eins og að fara að bjóða upp á roti kjöt eða úldinn fisk. Þú veist, þetta er svona sambarlegt. Þannig að við erum að tala um bara ferskan mat. En eins og það þarf að fara niður í fjöruna á sjávarföllunum til þess að fá þetta kemur undan sjónum. Ekki þetta komið búið að reka upp í fjör og liggja í marga vikur. Þannig að þetta er allt í lagi. Þetta er mjög gott. Hvernig gekk svo að vinna bókina? Þetta er nú ansi vegleg bók hjá okkur. Þetta er næstu því komið 3 ár núna í vinnslu. Og næstu því 300 blaðsíður. Næstu því 300 blaðsíður. Við erum búin að læra margt. Næsta bók mun ganga betur. En þetta var óbúslega skemmtilegt ferli. Það náttúrulega bara að fá að kynnast Hinrik og Kalla og vinna þetta með þeim. Það er bara ótrúlega skemmtilegt og svona hefur allavega opnað fyrir mig bara aðra vitt bara í mat. Það er líka svo gaman að búa til eitthvað, fá okkur svona hugmynd og sjá hana verða veruleika. Það er saman hvort það sé bók eða eitthvað annað. Þetta er svo gefandi bara svona skilja eitthvað eftir sig. En þessi bók, hún er náttúrulega lykillinn að því ef að fólk vill fara að spreyta sig, er það ekki? Jú, ég meina þetta er fyrsta bók sinna tegundar á Íslandi. Það var reyndar eins og ég nefndi áðan komið út svona kannski sambærilega bækur, ekki eins, vegna þess að þetta er svona blanda í rauninni af matreiðslubók og svona sögulegum fróðleik líka, bæði þú veist hvernig við hér á Íslandi nýttum þörungana áður og annar staðar í heiminum. Svo förum við aðeins inn á svona góð ráð hvernig þetta nota þörunga fyrir húð og hár og í svona margt fleira. Þetta er svona alfræðirit fyrir almenning lífveruna þörunga. Við förum líka inn á umhverfisþættina, hvað þörungar gera fyrir okkur sem lífverur, eins og Eydís fór yfir áðan varðandi súrefnisframleiðslu og fleira. Þannig að þessi bók er fyrir áhuga fólk náttúrulega matargerð, eins líka fyrir fólk bara með áhuga á útiveru, svona sjálfbærni, umhverfismálum. Þetta kemur inn á svo margt og náttúrulega heilsu og fegurð og svo fallegur á þörungunum, eins og þið sjáið. Já, við sjáum það. Þannig að þið eru brattar eftir þetta allt saman. Við erum það. Já. Og við höfum fengið gríðarlega góða móttöku núna. Og bara yndislegt að sjá bara hvað fólk hefur mikinn áhuga á þessu og að læra meira.